Siggi og Stína opnuðu hestaleiguna Draumhestar í Hvalfjarðarsveit seinni parts sumars. Leigan staðsett aðeins 1 kílómetra frá neðra skarði æskuheimili Sigga, enda markmið þeirra að veita persónulega þjónustu í fallegu umhverfi. So what are you doing here? We're just for vacation here in Iceland and to enjoy the beautiful landscape, and on our last day in Iceland we would like to try riding the Icelandic horses. It's your first time on Icelandic horse. Yes, it is. So I'm really excited. What do you think it would be like? They look very friendly, so I think it's going to be amazing to ride through that beautiful landscape. Hestaleiga, það eitthvað sem þið eru að byrja á. Hjúin hérna upp í Hvalfirði. Hvernig kom þetta til? Ég nú búinn að hafa þessa hugmynd í maganum í ansi mörg ár og alltaf skort kjarkinn til þess að taka þetta stökk. Við erum í þessu stórkostlega sveitafélagi hérna Hvalfjarðarsveit og hér bara í þessu litla sveitafélagi eru vel á annað 100 gistirými en á móti lítið aðþrengingu. Við vantar svolítið kannski upp á að fólk stoppi hérna. Fólk fer voða mikið á Suðurlandið en Vesturlandið það keyrir voða mikið í gegnum Vesturlandið. Þannig okkur langar svona til þess að fá fólk til þess að stoppa. Hérna sérstæðan ykkar, sérstæða Draumhesta, svo að taka á móti litlum hópum og veita persónulega þjónustu, eða ekki? Jú, það er nefnilega það sem við viljum gjarna gera. Við viljum svona að fólk svona kynnist hestunum, læri svolítið söguna, gangtegundir og upplifi svona einstaklingsmiðaða þjónustu. Þannig að fólk svona fara að taka þátt, sækja hestinn, leggja á, svo förum við í góðan og fallegan hring og svo hjálpa fólk við að taka nakkinn af, ganga frá hestinum og svo kaffi og meðlæti og spjalla á eftir. Já, ok, þetta er bara all in? Þetta er bara all in. Okkur langar til þess að bjóða fólk velkomið. Þannig að fólki finnir svona að sé svona fá svolítið meira heldur en bara bent á fyrsta hest eða annan hest og segja þú átt hennan og hinn og svo förum við þennan hring og svo það bara búið. Þannig að okkur langar svona til þess að fólki kynnist okkur, við kynnumst þeim, við getum sagt þér frá fallegum stöðum sem hægt að skoða hér í nágrenninu og þar með bara vonandi að fólki stoppi lengur og jafnvel koma eftir. You are from Germany? I'm from Germany, yeah. Why are you here in Iceland running a horse rental? She gave me mat, so and then we were thinking about I'm moving to Iceland because always traveling and everything that's of course not working and really hard and expensive. So and then we just thinking about what we can do and what I can do, and I wanted to train horses, and then we got the idea just to make this horse rental because here's nothing around like this. So what are people looking for when they come here to rent the Icelandic horse? I think they just want to see the nature and be with the horse and have some really nice and relaxed time. And just enjoy the nice landscape and ask a little bit about the country and also how I came here and Hvað það í þessum ferðum núna þegar þó þessi reynsla komin á þetta sem að þér finnst kannski ferðamennirnir vera hrifnastir að eða svona mest hissa yfir eða sækjast mest í? Mér finnst þið bara virkilega að taka vel á móti þessari þjónustu og sérstaklega þetta að fá að taka þátt og svona þetta afslappað. Fólk, við höfum alveg tíma fyrir okkur og fólk virkilega nýtur þess að vera hjá okkur og ég virkilega að sjá að þetta koncept hjá okkur virki. Nú hérna hestaleiga frábrugðin kannski öðrum eins og ef ég hugsa bara snjósleðaleigu eða eitthvað þannig að þú ert með lifandi skepnur í höndunum. Er þetta ekki óbúsleg binding eða stóð það aldrei eitthvað í ykkur að fara í þetta þess vegna? Nei, alls ekki. Okkar beggja draumur er akkurat það að frekar að flytja lengra upp í sveit og jafnvel bara geta jafnvel haft bæði atvinnu á þessu seinna meir. Þannig að það stendur ekki í. Þannig að þið elskið bindinguna? Þetta er bara hluti af mínu lífi og hefur verið alla tíð að það er bara sveitin. Sveitin fer ekkert úr manni. Sveitin tókar alltaf. Finnst þér að upplifa sveitina þína í gegnum ferðamannin öðruvísi? Það að vissan hátt. Það er maður fer svona að taka betur eftir hlutum og svona sérstaklega þegar maður fer að segja frá þeim þá kannski finnst fólkinu þetta gríðarlega merkilegt, eitthvað sem ég búinn að sjá mörg þúsund sinnum en ég virkilega að sjá að fólk hefur gaman að það að koma hérna. Þetta er svolítið falin sveit. So how was it?
great. It was great. It was really difficult to, not difficult, different to the other kinds of walk which I know from German horses, and yeah, it was really good. And I think I will try to do it one more time. And for you? It was really nice. He's very calm and took good care of me. So I really enjoyed it.